Já, góðan daginn, velkomin á Samstöðuna. Það þátturinn Kona með höfuð. Í dag hef ég fengið til mín hana Uglu Stefaníu Kristínudóttur og Jónsdóttur. Hún formaður Trans Ísland og einna hana Sönnu Magdalenu Mörstudóttur. Hún borgarfulltrúi sósíalista í borginni. Við ætlum aðeins að fara bara vítt og breitt og það sem að kannski situr ennþá í fólki og mikil umræða. Það eru kosningarnar Bandaríkjunum og niðurstaða þeirra og við viljum kannski taka aðeins vinkilinn á stöðu kvenna. Hafa aldrei verið fleiri konur á þinginu en þær eru engar síður undir 30%, þannig að það alltaf verið stærra að fylgja eitthvað súrt með þessu sæta og við ætlum að leyfa okkur aðeins að fara yfir stöðuna og mig langar að byrja kannski bara Ugla Stefanía að gefa þér orðið. Þú hefur verið svolítið duglega að fylgjast með þessu. Hvernig hefur þið fundist? Rússíbanareið, bara allt saman, þetta svona alls konar, ekki? Já, jú, þetta búið að vera hálfgerð rússíbanareið mitt og mitt bara frá því að kosninguna byrjuð ég búin að vera að fylgjast með bara og refresha á síðum og alls konar og búin að fylgjast með alla þessa daga í þessum kosningum og fórum mitt frá því að vera mjög svartsýnt yfir í það að hugsanlega vera eitthvað svona aðeins betra og á sama tíma þetta svo skrýtnar umræður vegna þess að þú veist, við erum að vona að Biden vinni, þú veist, þessar forsetakosningar en hann ekkert eitthvað besti gaurinn til að stjórna Bandaríkjunum út frá mínu sjónarhorni þegar kemur að pólitískum stefnum og hverjar hans áherslur eru. Þú veist, hann vissulega mikið betri heldur en Trump og frábært að hann hafi unnið fram yfir hann en mér finnst þetta samt svona kannski í besta lagi verið einhvers konar varnarsigur og vegna þess að ég persónulega hef svo sem ekkert eitthvað bilaðislega trú á því að hann og Kamala muni umbreyta Bandaríkjunum og muni allt bara einhvern veginn byrja að batna fyrir einhverja töfra því þau eru loksins kosin í þessar stöður en samt sem aður þetta mikilvægt skref að mörgu leyti eins og bara þarna komin kona sem ekki hvít sem kosin sem varaforseti Bandaríkjanna og það bara risastórt skref að hefur aldrei gerst áður í sögu Bandaríkjanna þannig að það eru ýmsir sigrar eins og ég sagði, svolítið svona sætt og súrt sem að gerast á mörgum sviðum og mér finnst þetta mjög áhugaverður umræða. Ég stundum oft mjög erfitt með umræðunar einhvern veginn því ég alltaf bara já þetta frábært en þetta ekki frábært en þetta fínt en þetta ekki. Þannig að ég fer svona mitt fram og tilbaka að fylgjast með mismunandi málefnum og með stöðu kvenna á þinginu og hverjar, þú veist, voru kostarinn á þingið og hvað að gerast og fleira. Þannig að fyrir mér snýst þetta svo miklu meira heldur en bara það einhver unnið og þá bara allt árið frábært. Þú veist, þessi viðhorf sem að Trump stendur fyrir eru ennþá til staðar í Bandaríkjunum og hafa verið í áratugi. Það ekkert eitthvað, Trump kom ekki bara allt í einu og þá allt í einu var eitthvað uppspunni rasisma í Bandaríkjunum. Þetta náttúrulega bara viðvarandi samfélags ástand sem hefur verið í gegnum margar aldri í Bandaríkjunum og hann bara ákveðin birtingamynd vandamálsins og vandamáli mun ekkert hverfa þótt að hann sé kosin embætti núna. Það þarf miklu stærri samfélagslega breytingar til að vinna gegn því. Þannig að ég svona svolítið fram og tilbaka með þetta allt saman. En ég veit ekki hvað þér finnst Sanna það. Já, það svona svipað hér mist frábært að Trump sé á leiðinni út og fagna því og ég samt ekkert endilega ánægður að tvíeyki sé núna komið þarna inn af því það ekkert valið sem að ég hefði kosið. Það ekkert að svona róttæka vinstri val sem maður hefði viljað sjá taka við núna. Varðandi Kamala Harris þá hef ég verið svona báðum áttum og mér finnst alltaf mjög mikilvægt að sjá þetta sögulegt, þetta svört kona sem varaforseti og mér finnst það mjög stórt. Sýnileiki mjög mikilvægt, þú veist, þetta eitthvað sem mjög mikilvægt í samfélaginu okkar og bara í bandarísku samfélagi þar sem að skilaboðin í garð svarts fólks og brúns fólks eru oft mjög neikvæð þá auðvitað fagna ég því að sjá þetta verða veruleika en á sama tíma þá getur maður skilið það að margir séu svona með efasemdir í ljósi þess að hún starfaði sem saksóknari og var þá að vinna og koma á ýmsum stefnum sem að hafa skaðað samfélög svartra og hafa bitnað mjög illa á svörtu fólki og brúnu fólki og
fólki í verstu stöðu og þannig að sko ég svona dálítið sitt uppi með þær spurningar sko hvernig mun hún nýta þessa stöðu núna í framtíðinni og fram að við og sko hvernig í rauninni ef þú ert hluti af einhverju kerfi, þú veist hvernig breytir sú sýn bara á skömmum tíma þegar þú tekur við valdinu eða ertu kannski að fara að viðhalda því og alls konar svona spurningar sem maður setur dálítið uppi með eftir þetta og já, það svona alls konar sem er í gangi einhvern veginn. Já, maður svona einhvern veginn að vona það að fólk eins og Kamilla og fleiri séu að hafi verið að bíða eftir kannski einmitt að fá þetta vald í hendur til þess að geta pólast bara og gert það sem við virkilega langar til. Og mann finnst oft þessi leikur í pólitíkinni að úti, hann sé einmitt þetta sko, að reyna að fá fjöldan með sér og gera svo kannski einhverja hluti sem það langar til að gera þegar það loksins komið völdin í hendina. Það getur verið eitthvað svolítið, er það ekki bara, er það óskikja? Já, ég veit ekki alveg, ég með þetta svolítið eins sama máli og Sanna, ég svona ekki alveg viss hvort ég á að trúa því að það muni gerast vegna þess að fyrir mér snýst þetta ekki bara það að kona komist til valda eða kona sem ekki hvít komist til valda, hún þarf að hafa stefnur og gildi sem að fara að breyta einhverju, af því ef hún að fara að stjórna nákvæmlega eins og allir hinir varaforsetar Bandaríkjanna, þá hún ekki að fara að breyta henni, þú veist, það ekki nóg að tilheyra minnihlutahóp, þú verður líka að hafa stefnur sem að fara að gera samfélagi betra fyrir fólk eins og þig og fyrir annað fólk sem ennþá jaðarsettara og þess vegna finnst mér þetta mjög erfitt og sko, hún hefur líka sagt alls konar svona anti-trans og eitthvað svona aðeins hinsegin í fortíðinni en hún virðist aðeins verið að reyna að gera það upp. Hún til dæmis búin að setja fornafni sín í bio og setja á Twitter og eitthvað svona sem svona ákveðið merkjum það, þú veist, hún sé að hugsa transfólk og transréttindi, þannig að það svona eitthvað pínu vonar næstu þarna, hún sé eitthvað svona aðeins að breyta til þegar kemur að þeim viðhorfum allavega, en ég veit samt ekki nákvæmlega hvað mun gerast og ég einhvern veginn vil ekki byrja að vona að það gerist eitthvað vegna þess að Bandaríkin eru líka bara eins og þau eru, pólitík í Bandaríkjunum bara mjög erfið og mjög fast kerfi og það svo lítið sem breytist einhvern veginn oft í þessu valdakerfi og ef við kannski berum hana saman við Alexandria Ocasio-Cortez sem alltaf búin að vera bara mjög róttæk vinsturinn og alltaf búin að vera bara sönn sjálfur sér og þú veist, og ekkert að gera afslátt af því til þess að kannski fá einhver pólitísk völd eða eitthvað, en svo sjáum við kannski á sama tíma að núna hún kannski aðeins að rekast úr pólitíka því að hún þú veist, að því að hún svo mikið að storka og hún sagði það sjálf, held í einhverju viðtali núna bara í fyrra dag eitthvað svona, hún hefði kannski einhverju efasemdir það hvort hún geti haldið áfram í pólitíka einhverju viti sem er mjög sorglegt, þannig að hún einhvern veginn svona einu pólitíkusin í Bandaríkjunum sem mér finnst vera eitthvað alvöru viti sem mér finnst virkilega að vilja gera einhverju breytingar og kannski þessi hópur sem hefur myndast með henni, þú veist, þær eru þessar einu sem að vilja gera einhverju virkilega breytingar og svo var náttúrulega nokkrar hinsegin manneskjur kosnar inn á þing eða inn á minni sveitarstjórnir þannig að það líka eitthvað svona jákvætt sem að gerast en já, ég veit ekki hvort að það nóg til þess að knúa fram þessar miklu breytingar. Ég veit vissulega að hlutirnir munu batna að einhverju leyti vegna þess að ég veit að þau munu reyna að snúa einhverju við sem Trump hefur verið að vinna en það tekur bara langan tíma og það bara mjög erfitt að því að landslægið ennþá rosalega í garð Trump að því að Biden rétt svo vann þessar kosningar. Þetta ekkert það að hann hefur bara rústað Trump og þessum bara henda honum út og hann verður ennþá í Hvíta húsinu fram í janúar þannig að það alveg ennþá ýmislegt sem getur gerst og ýmislegt sem þarf að uppræta. Þannig að ég svona, á báðum áttum með þetta. Já, þær eru einmitt að tala mikið þær fjórar sem undir merkinu The Squad og það Alexandria og það Ilhan Omar og Ayanna Pressley og Rashida Tlaib og þær eru þær eru allar litar, allar undir 50 og þær teljast svona til vinstri hluta demókrata. En allar eru þær einmitt, það kom svona þreyta og hafa það nú ekki verið lengi inn á þingi. Þannig að þetta virðist mæða ansi mikið á. Samt ekki, nú hefur konur fjölgað og oft talað að konur séu kannski svolítið meira vinstri sinnaðar. Haldið sé ekki von til þess að þingið allavega, þó að við höfum kannski ekki þessa forystu forsetaembættið neitt rosalega vinstri sinnað,
haldið þessi von til þess að þingið verði kannski svolítið öflugra núna? Sanna, hvað heldur þú? Já, ég get alveg trúa því sko, og sérstaklega var ekki verið að tala það sko að væri að stækka núna með fjölgun þeirra sem að teljast á vera til vinstri eða svona sósíalistar í, samkvæmt mælikvarðanum þar út og það bara frábært og ég held líka sko, ef við skoðum svona pólitíska landslæðið og nú ég ekki sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum, en ég held sko að þessar vinstri raddir vonandi fara að vera meiri sýnilegri núna, því að núna rauninni talað einhvern veginn að vinstrið þurfi að byggja sig upp, að það þurfi að fara að skipuleggja sig að því að við sjáum núna hérna Biden vinnur og hann svona, eins og ég skynja þetta með rosa mikið svona miðjutal að sameina alla þjóðina og hann ætla ekki að vera neitt svona rosalega róttækur, hann ætla einhvern veginn að vera forseti allra sem náttúrulega gott og það eitthvað sem að forseti ætti að gera, en hann virðist ekki vera með neina svona róttækar áherslur og þetta virðist ekki vera neitt eitthvað svona að einmitt hérna tala inn í þessar svona vinstri áherslur sem að vinstri armur flokksins hefur verið að kalla eftir ef að ég svona hef skynjað rétt það sem að hann að segja og nú hef ég ekkert eitthvað fylgst með þessu alveg neitt frá byrjun en þannig ég vona bara að þetta verði alltaf svona tíminn þar sem að vinstrið fer að einmitt eflast og bara við erum núna í 4 ár með eitthvað svona miðju hægri, miðju vinstri, ég veit ekki hvað á skilgreina þetta sem sko en hérna að það bara eflist og dálítið svona pressi á hlutina núna. En mér svo flott sem að hún hérna Presley segir í The Squad hérna, hvað hún segir eitthvað those closest to the pain need to be closest to power og ég held að, ég meina þetta skiptir svo miklu máli hér eins og til dæmis þegar við erum að tala feminisma, þó að kona sé kosin í æðstu valdastöðu þýðir það að konur muni hægt að vera fátækar, þýðir það að konur muni allar geta átt öruggt skjól ef að þær upplifa ofbeldi á sínu heimili, þýðir það að kona muni geta haft innsýn inn í öll þau mál sem að þarf að breyta og koma með stefnu til þess að einhvern veginn tryggja að þeir hópar í samfélaginu sem að upplifa valdaleysi og óöryggi geti búið í samfélaginu sem virkilega hannað fyrir okkur öll og náttúrulega Harris bara svona career kona, svo ég sletti aðeins, þannig að hún kannski ekki beint svona nálagt þessum svona röddum sem að hafa verið að kalla fram á breytingar, hún ekki beint kannski í tengslum við það sem að fólk hefur verið að kalla eftir að þurfa að breyta eins og við sjáum til dæmis í heilbrigðisþjónustu fyrir alla og alls konar svona áherslu sem maður svona hugsa sko þó að einhver sé með reynslu af einhverju þá þýðir það ekki endilega að þú það eitt og sé endilega að fara einhvern veginn að leiða til breytinga. Þú veist, það að kona sé forsætisráðherra á Íslandi þýðir ekki endilega að allar konur séu bara eitthvað lausar undir viðjum kúinnar núna á Íslandi. Því miður. Svona til dæmis, ég veit þetta alls ekki sami hluturinn en bara svona aðeins að svona heimfæra þetta smá. Nú heyrum við ekkert í Maríu. Já, það sem ég ætla að segja var, þetta bara mjög góð punktur. Það sem ég kannski vildi líka koma inn á að það var að koma inn, hefur verið transfólk inn á þingi núna í nokkur ár og það var að bætast í hópun, Sarah McBride var að koma inn. Hún kannski einna þekktust fyrir það að hafa verið í kosningabaráttu með syni Joe Bidens. Unga árum, veistu eitthvað þessa konu? Hefur eitthvað fylgst með þessu? Já, ég hef aðeins fylgst með henni og hún var sem sagt átti stóran hluti því að semja jafnréttislög í Bandaríkjunum. Ég man ekki hvort það voru landslega, hvort það voru einhver lög í fylkinu sem hann í, en það voru hét bara The Equality Act og það var meðal annars verið að taka á réttindum transfólks þar í fyrsta skipti að einhverju alvöru og það gerði sem sagt atvik held ég kannski fyrir 2 árum þar sem að breskir sem sagt anti-trans feministar komu til Bandaríkjanna og voru að ryðjast inn á skrifstofun hennar og var að taka það upp þegar voru komið inn bara til að áreita hana og til að
kom bara til áriðan og var að taka það upp þegar hún var eitthvað að reyna að hreyta einhverjum spurningum framan í hann og einhverjum staðingum og hún var bara eitthvað í vinnunni og allt í hennu var bara eitthvað fólk búið að reiðast hennar skrifstofan hennar og þá var þetta sem bara svona anti-trans aktivistar sem eru þekkt í Bretlandi og það allt í hennu bara ferðust til Bandaríkjanna á einhvern pening einhverja öfga hægri hópa til að berjast fyrir feministum. Þetta var bara svo gjörsamlega bilu pælinga því að þú veist, það voru allt í hennu komnar hann til að gera lítið úr einhverju jafnréttislögum og voru samt að segja að vera feministar. Þetta var bara algjörlega mikil bilun og þetta var einhvern svona fyrst skipt sem ég tók almennilega eftir Söru McBride og hef fylgst aðeins með henni síðan sko. Hún mjög öflug í því sem hún gerir sko og mjög gott að hún sé komin þarna inn en eins og með allt þá veit maður ekki, þú veist, ég þekki ekki nákvæmlega allar hennar áherslur en ég veit að hún náttúrulega meira vinstri sinni heldur en kannski gengur að gerist í demokrata flokknum þannig að hún mun væntanlega reyna að gera einhvers konar breytingar en maður veit ekki að því að Bandaríkin eru svo ótrúlega stórt batteri og það svo erfitt fyrir eina einstaklinga að gera veigamiklar breytingar. Þú veist, Alexandria og krúið hennar kannski það sem hefur gert mesta breytingan á undanförnum árum og það bara rosalega erfitt og tekur rosa á eins og þær hafa allar talað og sagt. Þannig að þetta rosa erfitt þegar þú ert í svona miklu minnihluta í Bandaríkjunum þar sem bara rosalega mikið íhald, jafnvel innan flokka sem eiga að vera vinstri, miðju, einhvern veginn flokkar. Þannig að það rosa erfitt að knúa eitthvað fram En já, ég svona held á þingin allavega, þá munu kannski einhverju breytingar loksins fara að eiga sér stað með því að þessi loksins komnar inn fleiri konur inn á þingið og séu eitthvað svona aðeins að fara að láta til sín taka. En það einmitt, þú veist, það ekki tilviljun að þú veist, það hefur aldrei verið konaforseti í Bandaríkjunum og það ekki tilviljun að Kamala sé fyrsta konan til að vera varaforseti. Þú veist, þetta bara mjög ákveðin kerfi sem að sjá til þess að þetta hefur verið eins og það og það þú veist, mjög erfitt að uppræta þau þannig að ég veit ekki alveg hvenær það mun gerast. Það finnst bara svo fáránlegt árið 2020 einmitt hefur aldrei kona verið í forseti Bandaríkjanna og bara einu sinni kona verið í framboði og hún var einmitt ekki kona sem að, þú veist, kannski margir feministar eða vinstri sinna fólk hefði yfir höfuð viljað sjá hvort þið sem forseta Bandaríkjanna. Þannig að þú veist, það svo erfitt einhvern veginn þegar maður fær svo lélega möguleika til þess að styðja að því að manni langar að það séu einhverjar alvöru breytingar og svo kemur einhver og maður bara ok, það ekki nóg hún sé kona, hún þarf líka að vilja einhverjar alvöru breytingar fyrir fólkið í landinu að því eins og Sanna segir, þú veist, það ekki nóg hún sé kona, þú veist, ef hún í þvílíkri forréttindastöðu eins og Kamala Harris þrátt fyrir að vera svo sem hún þá hefur hún ekki innsýn í líf fátækra kvenna í Bandaríkjunum til dæmis, eða kvenna sem hafa ekki aðgengi að menntun eða kvenna sem hafa ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu og hún getur einhvern veginn ekki beitt sér fyrir þessu málflokki nema hún virkilega sökkvi sér í það og reyni að gera einhverja breytingar en ég bara hef ekki droslega mikla trú á því að hún muni gera það frekar en einhverjir aðrir pólitískar á þessu leveli valda í Bandaríkjunum en það alltaf hægt að halda einhvers konar von en ég svona, veit ekki alveg hvort að ég leyfi mér að vona það. Nei, hvað segir þú svona? Já, svo líka sko, það svona alls konar sem ég búin að hugsa og það líka sko kerfið eins og kerfið ég fór líka að hugsa hversu mikið eru konur sem ekki hvítar undir bara svona smásjá fyrir það sem það gera, þú veist hversu mikið kerfið, þú veist það náttúrulega kerfið sem megin gallað, þú veist það eitthvað ef að þú veist, ef við skoðum bara fjölda fangelsun og hversu margir fangelsi, þú veist, það rót vandans og að það beinist helst gegn, fólki sem ekki hvítt, þú veist, þetta bara svona kerfisbundið vandamál og það eitthvað sem að við getum sett á hennar herðar og sagt, þú ert vond fyrir að hafa tekið þátt í þessu, það þér að kenna að þú gerðir ekki meira, back in the day, þú veist, þú ert bara vond manneskja og þess vegna ætlum við að draga þetta upp eða ætlum við að horfa fram á við og bara herðu, þú ert komin í þessu stöðu, við ætlum að gera það ábyrga fyrir það sem að þú tókst þátt í að móta og viðhalda, við ætlum ekki að láta þig gleyma því sem þú gerðir ef að þú kemur ekki fram með betri stefnur og nýtir þekkinguna þína og reynsluna þína til að koma fram með eitthvað betra, þú veist, þannig ég er svona aðeins að hugsa sko þú veist, hversu mikið var hún bara hluti af einhverju kerfi og ákvaða að fara þessa leið í starfsframlag sínum
eða eigum við að vera, herði, ok, þú veist, það er ekki alveg í lagi að þegar að það er að fara fram bara mjög stórt samfélagslegt ákall breytingar út af því það verið að myrða fullt af svörtu fólki, að þá tefliði fram fyrir saksóknara sem var að forseta efni Bandaríkjanna. Það ekki aldrei bara eitthvað, þú veist, klikkað, hvað er að frétta, skilur við, þú veist, manneskja sem að hefði geta beitt sér og þetta eru skilaboðin. Þannig að það, þú veist, það er alls konar svona í mínum huga, sko, og svo velti maður líka fyrir sér, sko, hvaða átt mun demókrataflokkurinn fara með Biden meðan hann hallar sér upp að stórfyrirtækjunum. Hvernig mun þetta vera því að, þú veist, maður hefur ekki heyrt neitt svona í þessu öllu saman einhverjum svona stórar línur stefnumótun. Allavega heyrði ég ekki mikið það í öllu þessu Trump-Biden hvað sem var í gangi hjá þeim. Þannig að hvað er planið? Hvað mun koma? Hvernig mun það líta út? Og ef einhver svona stór sátt á að nást, þá gengur, þú veist, þá verður þetta að vera róttækt. Því það þarf að fara rótvandast. Það ekki einhvern hægt að ná einhverju svona mellow sín eitthvað, já. Nei, og þið tala þetta að sko, ef þau ekki verði róttæk og vinni fram úr því, ekki bara draga tilbaka sem Trump var búin að gera, slæmt, heldur að þau vinni fram úr því, að þá mögum bara eiga vona á að verði, ef ekki sjálfur Trump, þá einhver Trump sem komi aftur eftir 4 ár. Þannig að það virðist vera líka svona þessi hræðsla sem að liggur þarna baku og kannski ástæðan fyrir því að fólki einmitt að pota í þau. Það ekki nóg að bara fá Trump í burtu, nú verðið þið að vinna því að hann komi aldrei aftur. Það ekki nóg að segja að þið séu ekki rassísk, þið verðið að vera alveg bara anti-rassísk og bara alveg onit og þú veist, og þetta ekki róttækni að tryggja öllum aðgengi að heilbrigðisþjónustu, það ekki róttækni að tryggja að allir geti átt húsaskjól, þú veist, þetta ekki róttækni, þetta einhvern veginn, en samt eins og fólk sé svo hrætt við sósíalistastimpilinn eða kemur fram með bara grundvallaþarfir fyrir fólk, en já, á sama tíma, þú veist, maður hefði haldið að þegar við værum að fara út úr þessu Trump tímabili, að þá hefði komið meiri svona skýrari, sko, áherslur, þú veist, það ekki nóg að segja að ég ekki eins og Trump. Það þarf að, sko, sýna hvað þessi orðræða sem hann hefur haldið uppi, bara í mjög langan tíma, þetta, eins og Ugla sagði áðan, þetta byrjaði ekkert eitthvað fyrir 4 árum. Það þarf að sýna fram á hvað þessi orðræða bara skaðleg og ógeðsleg og niðrandi og ekki í lagi og útilokandi, og þegar hann var einmitt að tala að meðlimir þess squad ætti bara að fara aftur heim til sín og alls konar svona, að hvítt fólk tilheyrir ekki Bandaríkjunum. Þú veist, það þarf að bara uppræta svona og bara gjörsamlega, já. Og alls konar einhverja svona umræður, það var einhver sem einhver þingmaður í Bandaríkjunum, hann var eitthvað að segja að ef þú væri múslimi þá gætur ekki verið á þingi af því þú þarft að sverja við Biblíuna. Og þú þarft ekki að sverja við Biblíuna til að fara á þing, þú þarft bara að sverja við einhverja bók, það skiptir ekki máli, þú veist hvort það trúarleg bók eða hvað sem það er, og þetta eru þingmenn í Bandaríkjunum sem að vita þetta ekki. Þannig að þú getur rétt svo ímyndað þegar sko, þingmenn hafi ekki vitneskjuna til að vita hvernig þeirra eigin lög virka eða hvernig eitthvað svona virkar, hvernig á almenningur þá að vera í stakk búið til að vita hvað er rétt og hvað er rangt og hvað er áróður og hvað er ekki áróður, vegna þess að það er stór hluti í Bandaríkjunum sem hefur ekki aðgang að menntun og hefur ekki aðgang að þessum upplýsingum, og það er svo auðvelt fyrir fólk eins og Trump og fleira að henda fram einhverjum áróði sem einhverjum sannleik, og fólk hefur ekki tólin til þess að vera gagnrýni á það eða til að sjá hvað er rangt við það, og það er, þú veist, alvarlegasta finnst mér í Bandaríkjunum núna, það er svo mikið af fólki sem hefur ekki tólin til þess að berjast gegn svona áróðri, og þess vegna, þú veist, eins og til dæmis bara þegar Obama var forseti, þú veist, hann ekki Trump og miklu betri en Trump og bara 100 sinnum betri mörgu leyti, en Obama var ekki fullkominn forseti Bandaríkjanna frekar en nokkur annar forseti, en á sama tíma þá kom Trump á eftir honum. Og það sýnir okkur bara hvað þetta getur auðveldlega snúist við með einhvers konar áróðri eða með einhvers konar áróðursviljum sem bara umbreyta þessu. Þannig að ef þau vilja halda sig lengur en í einhver, þú veist,
4 til 8 ár og vilja svo halda því áfram að einhverju svona aðeins meira aðeins, þú veist, fólk sem ekki eins og Trump haldi svo áfram og það haldist, það þarf bara svo rosalega mikil vinna að fara í gang og þess vegna myndi eins og Sanna segir, það þýðir ekki að vera bara, já við erum ekki Trump og við, þú veist, við viljum ekki þetta og þú þarft að gera eitthvað meira því að þetta mun bara halda fram að gera og þetta hefur gerst í gegnum sögu Bandaríkjanna bara í forsetatíðum, þetta sveiflast alltaf fram og tilbaka á milli Republikana og Demókrata en á undanförnum kjördæmabilum hefur þetta alltaf orðið meira extreme og Trump einhvern veginn bara þessi nýjasta birtingarmynd hversu slæmt þetta getur orðið en Trump alls ekki svo versti, þetta getur orðið miklu verra heldur en Trump og það hættan, þú veist, við þurfum einhvern veginn að geta snúiðstu tilbaka þannig að þetta haldi ekki bara áfram og maður sér það bara í fréttum þú veist, fólk sem að styðja við Trump, þú veist, þetta mjög alvarleg orðræða sem þetta fólk viðheldur og sem að færa að halda fram á opinberum vettvangi án þess að það sé gert einhver gagnrýni við það eða fá sér eitthvað gagnrýnt og rosa erfitt, þú veist, ég veit ekki hvernig á að sporna gegn svona gríðarlega djúpstæðum og meiðandi áróðri og það bara verkefni sem að, þú veist, ég veit ekki einu svona hvort að Biden og Kamala einmitt sé yfir höfuð tilbúin að gera það þarf að umbreyta svo mörgu kerfislega en já, þannig ég hef svo sem engin svör hvernig á að gera það, en ég veit að það þarf að gera mikla breytingar til þess að það kom ekki bara einhver verra en Trump eftir 4 til 8 ár. Sérðu fyrir þér eftir 4 ár ef að þau halda áfram sem þetta miðjumóð sem þau eru teimið nýja að verði bara, við fórum tilbaka í Trumpisman? Já, sko, ég held þetta sé svona birtingarmynd þess að þegar að náttúrulega stjórnmálin tala ekki við þig, tala ekki þínu máli, gera ekkert fyrir þig, þú ert bara í þeirri stöðu að þú átt ekki pening, þú getur ekki búin þess þar, þú veist, þú hefur ekkert, þú ert bara, þú veist, það enginn að gera neitt fyrir þig, þú ert í vonlausu stöðu og þú kveikir á fréttunum, þú skilur ekki hvað þetta stjórnmálafólk að segja, það ekki í neinum tengstum við þinn veruleika og svo kemur einhver kall sem ætlar að leysa vandann. Hann ætlar að leysa þetta, hann talar bara mannamáli, hann ekki með neitt full, hann bara talar eins og hann vil segja, hann fullur af öryggi, hann kemur þannig fram og hann segist alltaf að leysa vandann og hann býr til vandann og hann málar upp að vandinn sé útlendingar, að vandinn sé Mexíkóar. Að vandinn séu útlendingar sem að séu að stela vinnunni af Bandaríkjamönnum og þess vegna séu þeir atvinnulausir og auk pening. Og hann ætlar að leysa vandann með því að byggja vegg, með því að reisa múr og sem þá halda útlendingum frá Bandaríkjamönnum svo Bandaríkjamenn geti fengið vinnu og þar með pening. Þannig að þessi múr, hann rauninni svona líka tákmynd múrin við á móti hinum. Ef þú ert með mér í liði, þá myndi hafa gott. Þú þarf bara að hata hina, þú veist. Ef þú heldur þessum skilaboðum uppi á hverjum einsta degi, þá kannski síðast það bara inn og þú ferð að trúa því. Þú hugsar byttu, af hverju ríkisstjórnin mín að nota einhverja skattpeninga til að taka á móti einhverju flóttafólki, en ég meina staðreyndin ekkert svo, því þetta flóttafólki geymt í búrum með börnunum sínum og aðskilið frá foreldrum og geymt í búrum. Þú veist, það ógeðslegt, það ómannúðlegt, en þú veist, þetta dálítið skilaboðin sem að hann notar og hann hefur að gera þetta svo langan tíma og hann síðan hagnast á þessu því að þá fer fólk að einhvern veginn svona upphefja hann sem gæjan með planið, gæjan með lausnina og svo bara verður þetta orðið bara eðlilegt að tala svona, ef að forsetiðin tala svona, af hverju má ég ekki tala svona? Þetta bara alltaf lagi, skilju, hann bara segir, þú veist, útlendingar séu vandamáli, þú veist, þetta útlendingar vandamáli, þeir stela þetta með vinnunum okkar, þú veist, ég hafa engan pening, hann með planið, ég elska Trump, ég ætla að kjósa Trump. Þannig að sko, já, við getum verið sammála það að forsetinn er fyrirmynd og jafnvel þó hann sé kannski getur rosalega pólitískt sterkur innanlands og þá hefur hann heilmikið að segja, allt það sem að frá honum fer, það fylgist fólk með. En hvað með á alþjóðavísu? Nú vilja margir meina það Bandaríkjanna hafi nú aldeilis dottið niður sem heimsveldi. Það svo og heldur að Kamala og Biden nái upp þessum fyrir status sem að Bandaríkin höfðu? Sko, Bandaríkin muni hafa áhrif á mörg stórveldi alls staðar heim, þú veist, hvort sem að
Já, þú veist, ég held að það sé bara óneitanlegt að þau muni hafa áhrif og muni alltaf, þú veist að kosningar voru líka sker það alls konar samninga á milli landa, hvernig þessi samningar myndu hugsanlega fara, eins og bara samningar á milli Bretlands og Bandaríkjanna muni vera öðruvísi núna þegar Biden og Kamala muni vera við samningaborðið frekar en Trump og þú veist, og það mun hafa áhrif á, þú veist, alls konar samninga þeirra á milli þegar kemur að stefnum og innflutningi og viðskiptasamninga og svo framvegis. Þannig að þetta þegar farið að hafa áhrif á það hvernig þú veist, aðrir leiðtogar eru að nálgast Bandaríkin og hvernig þau munu haga sínum samningaviðræðum bara og þannig að ég held að sem betur fyrir muni að kannski leiða til aðeins jákvæðari niðurstaða þegar kemur að ýmsu, sérstaklega kannski eins og í Bretlandi, þar sem að Bretland var bara og á nákvæmlega sömu leið og Trump var og þannig að ég held að þetta kannski muni hugsanlega aðeins stoppa fyrir í Bretlandi, en ég sé alls konar á samfélagsmiðlum sem að fólk að segja, núna einn kominn og þau eru bara að fá einn annan í burtu og það er verið að tala þú veist, Boris og Trump sem að kannski eru þessar holdgervingar, þessar rosalega íhaldssömu stefna sem að eru ekki góð fyrir þjóðirnar og Bretland hefur náttúrulega bara algjörðu aðhlátursefni út af þessu Brexit rugli sem að búið að vera í gangi og alls konar málum þannig að ég held að þetta muni hugsanlega að hafa einhver jákvæð áhrif á það sko, en hversu langt það nær og hversu miklar breytingarnar verða hins vegar spurningin og það er allt undir þeim komið hvernig þau kjósa að spila það. Þannig að já, ég er allavega aðeins bjartsýnni með þau við stjórnarborðið en samt sem það ekki nægilega bjartsýnn til að halda að verða einhverjar brjálæðislegar breytingar á alþjóðavísu en þau muni samt og Bandaríkin muni halda áfram að hafa áhrif á heiminn og hafa gert bara í marga áratugi eins og við höfum séð bara á alþjóðavísu. Já. Við fáum að ábyggilega nýjan sendiherra. Verður nú ágætt kannski. Hvað segir þú Sanna? Hefur þetta áhrif? Sko, það helsta sem ég að spá í þessu, ég náttúrulega, já, ég tek undir möglu, ég held að þau svona komi, hvað segir maður, þau eru svona meira dönnuð, ekki hægt að segja það, þegar þau koma að borðinni. En ég er alltaf að spá í umhverfismálunum. Hvernig verður það tæklað? Af því að núna vilja þau alveg vera svona umhverfisvæn og allt það og ekki rústa jörðin okkar. En þau eru samt Bandaríkin. Þau vilja alveg framleiða og halda áfram að vera í svona, hvað ekki maður sagt? Ég heyrði í einhverju viðtali jákvæð samkeppnisstaða eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hvernig spila þetta saman? Halda samkeppnisstöðu eða eitthvað. Það var í einhverju viðtali sem ég heyrði að þar var verið að tala það. Þannig ég velti fyrir mig hvernig þetta tvennt fer saman. Af því að þau eru nú ekki eitthvað vinstra sinna tvíeyki. Þannig að hvernig fara þessar áherslur saman? Þetta svona, já. Já, ég pældi þessu líka. Ég sá að Biden sett eitthvað á samfélagsmiðla, hann ætlaði að koma Parísar samkomulaginu aftur í gangi í Bandaríkjunum sem er frábært, en á sama tíma held ég að Kamala Harris sagðist að þau ætla ekki að banna vökvabrot eða fracking sem náttúrulega bara mjög mikil umhverfismengun og veldur mikil umhverfismengun og þú veist, alls konar losun á metangasi og fleira sem verður út af vökvabroti. Þannig að hvernig ætlaði að samræma þessar pælingar að vera óslega umhverfisvæn en eru samt ekki tilbúin að banna að hafa mjög slæm áhrif á jörðina. Þannig að ég einhvern veginn mér finnst þetta svolítið vera svona, já, við erum óslega frábæðar og við ætlum að gera þetta svolítið svona smá smokescreen í gangi að vissu leyti og svo ekkert bak við það. Þú veist, vissulega miklu betra heldur en það myndi vera með Trump, en samt sem það ekki nægilegt til að vera einhverjar veigamiklar breytingar. Það mun bara ekki verða alveg jafn slæmt og það var, það mun kannski verða aðeins dannaðar aðeins meira miðju, þú veist, stefnur og eitthvað svona, en það mun ekki breyta neinu. Af því að, já, ekki neinu svona alvöru held ég, en já, ég hlakka bara til að sjá hvað þau ákveða að gera með þetta. Ég veit ekki alveg hvað gerist, en ég allavega ekki, ég ætla að leyfa mér að vera eins svartsýnni svo að ég kannski verði þá, já, svo að koma mér meira óvart ef þau gera eitthvað geggjað, en ég ekki alveg viss að það muni gerast. Nei, það var einmitt verið að tala um hverja þau munu velja með sér inn í ráðuneytin og bara rosaleg upprópun í sambandi við það hún var að velja sér starfsmannastjóra sem svört lesbísk kona og það þykir alveg bara heilmikið mál,
í þá stöðu sem talin mjög stór, en allt svona fólk að telja upp sko, sem einhverju svona blómaskreitingar í hnappakotjaðin, en við eigum auðvitað eftir að sjá náttúrulega eins og við erum búin að vera að tala núna í þættinum sko, það ekkert komið, það bara rétt svona flugeldasýningin rétt að klárast og síðan tekur alvaran við og það verður náttúrulega nóg vinna. Og pælið í því hvað það eitthvað geggjað, það sé allt í einu lesbísk kona sem starfsmannastöru, það bara geggjað frábært, það ekki bara eitthvað sem ætti að vera bara frekar basic, af hverju það ekki róttækt. Svona þegar ég hugsa þau tvö, þá fæ ég orðin í hugan brauðmólakenning. Það svona fyrsta orðið sem að poppar upp. Það sem að ég var að lesa í dag var bara þetta, að þau verði í rauninni Wall Street gengið. Það mun ekkert mikið breytast nema Wall Street leyfið það sko. Það náttúrulega, þú veist, það heldur ekkert gott fyrir umheiminn sko, alla hina sem eru í samkrulli með hvort það í einhverjum viðskiptapakka eða mannréttindamáli eða annað ef það verður svoleiðis, þannig að maður eftir að sjá hvað þau gera. En við komum þarna inn á einmitt sko loftslagsmáli sem eru náttúrulega alþjóðleg og við náttúrulega hefur mikið að segja þegar svona stórveldi gera eitthvað í þeim málum. Ef við komum aðeins heim, kíkjum aðeins við heima, að þá erum við með ríkisstjórn sem að gaf út eitthvað pakka í sambandi við loftslagsmál sem að hefur nú ekkert verið neitt hrópað mikið húrra yfir. Hvað finnst ykkur? Mikið verið að tala rafvæðingu og orkuskipti og ég verið að viðurkenna, ég ekki búin að fara í gegnum þetta allt saman en svo ég taki þennan punkt sérstaklega fyrir þó að loftslagsstefnan inniheldur fleiri punkta að þá sko orkuskipti og rafvæða bíla, það bara rosa millistéttavætt, þú veist, það ekkert getur ekki fara að laga almenningssamgöngur, það sletta langt í borgarlínu, hvað ætla að gera þangað til, ég veit að ég komin inn á eitthvað sveitarstjórnarstig en sko aðgerðirnar ekkert eitthvað svona, það vantar allar ótækni í þetta, það talaði að verja einhverju fjármagni í þetta en þetta allt svona í samhengi við líka einhvern veginn, já, fyrirtækin og mér finnst þetta ekki eitthvað ótækt. Nei, þú veist, ég einmitt alveg sammála, þú veist, það að við getum að koma einhverjum rafmagnsbílum til landsins, þú veist, frábært, þú veist, ég hef ekkert efni á rafmagnsbíl, þannig að það breytir ekki neinu fyrir mig að sé allt í einu betra að kaupa rafmagnsbíl í Íslandi, ég get ekki keypt rafmagnsbíl og þannig að þú veist, hvernig ætlum við að gera þetta fyrir, þú veist, fólkið í landinu og hvernig ætlum við að gera þetta aðgengilegt, þannig að fólk kjósi frekar umhverfisvænni kosti, frekar en eitthvað annað, þú veist, af því að það ekki bara nóg að þú veist, þú verður að hafa aðgengi að kostinum til þess að geta tekið hann og þess vegna einmitt hlutir eins og borgarlína og fleira, þú veist, eru einhver skref í það að gera þetta betra fyrir almenningi, eitthvað sem fólk getur notað, en samt sem það þarf miklu meiri breytingar í umhverfismálum á Íslandi, þú veist, ekki bara, þú veist, í samgöngum heldur bara í öllu held ég, þú veist, virkjanamálum og alls konar sem að, þú veist, búið að vera mótmála lengi og varandi auðlindirnar og alls konar eins og búið að benda á í umræðunum nýja stjórnarskrá og fleira, þú veist, það alls konar sem að þarf að breyta til þess að við gerum eitthvað bitastætt í umhverfismálum og það sýnir sig að við erum ekkert rosalega róttæk heldur kannski. Nei, ekki, þú veist, auðvitað við á öðrum stöðum Bandaríkin, skilur en á saman tíma finnst mér við ekkert vera nægilega róttæk eitthvað sem ég myndi vilja sjá umhverfismál allavega á Íslandi, sko. Nei, nú var að byrja í dag kynjaþing og ég sá að það allavega 2 viðburðir þar sem að þú varst viðlúðandi. Segðu mér aðeins frá því. Já, það eru sem sagt 2 viðburðir, annar viðburðurinn á ensku og hinn á íslensku og viðburðurinn En þá sama mál eða? Svipamál, það svona aðeins mismunandi áherslur kannski og mismunandi fólk sem viðburðurinn. Fyrsti viðburðurinn sem sagt samtala milli mín og Hönnu Katrínar þingmanns femíníska samstöðu og hinsegin réttindi og það fjallar kannski svolítið svona bara mikilvægi þess
að þessi tveir hópar standi saman, þú veist, þetta svo samofin baráttu, það ekkert þetta að taka femíníska baráttu og hinsegin baráttu og setja þau í einhver horn, þú veist, þetta allt eitthvað sem að tengist óneitanlega og eitthvað sem að við þurfum á Íslandi að geta kannski, þú veist, sett ákveðið fordæma því að það eru lönd eins og í Bretlandi og í Bandaríkjunum og fleiri stöðum þar sem það eru mjög anti-hinsegin femínískar hópar að rísa, sérstaklega í Bretlandi er svona mjög mikið anti-trans hópum og orðræði sem mjög allsráðandi í Bretlandi og það bara mikið áhyggjuefni fyrir alþjóða femíníska samfélag og femínískar hreyfingar vegna þess að þessi orðræða fer líka til Íslands og ég hef alveg séð að hann hefur dúkkað upp á Íslandi og sem betur fer hefur Trans Ísland og samtökin 78 átt gott samstarf við öll helstu mannréttindasamtök og femínískar hreyfingar á Íslandi allavega undanfarnum árum og þessi fyrsti viðburður mun kannski vera meira svona, þú veist, breiðari sýn þessa samstöðu en svo verður seinni viðburðurinn þar sem að ég mun sem sagt hitta konur úr alls konar samtökum eins og við munum fá konur frá Kvennaathvarfinu, við munum fá Emblu frá Tabú, við munum fá Nicole frá samtökum kvennum erlendan uppruna og við munum fá Þorbjörgu frá samtökum 78 og við munum fá alls konar konur þú sem mismunandi áttum innan þessara femíníska baráttu til að tala mikilvægi þess að transfólk sé hluti af þessari baráttu og hvers vegna þau hafa líka bara alltaf verið hluti af baráttunni. Það ekki eins og transfólk sé bara eitthvað allt í einu að dúkka upp núna og vilja vera hluti af baráttunni, það hafa verið alla tíð og okkur langar bara svolítið að þetta var semst upprunalega pæling á mér og konum í kvenréttindafélaginu hvernig við vildum bara sporna gegn því að eitthvað svona gæti risið upp á Íslandi allt í einu. Það gerðist svolítið í Bretlandi, það bara einhvern veginn gerðist á óvörum og við viljum svolítið sjá til þess að það gerist ekki í íslensku samfélagi og við getum kannski sýnt fram á hvernig það hægt að byggja upp femínískar hreyfingar sem eru að berjast ekki bara fyrir einhverjum millistéttar hvítum konum heldur líka bara, þú veist, miklu breiðari hópum og þess vegna langaði mig líka að fá allar þessar konur úr mismunandi hópum til að koma að tala. Þannig að þetta svona, já, svolítið svona verið að reyna að setja línurnar áður en eitthvað gerist, svolítið svona fyrirjónaraðstafanir ef eitthvað skildi fara að dúkka upp og sem betur fyrir hefur allt verið rosa jákvætt eins og bara lögum kynrænt sjálfræði munu koma, þú veist, upp á borð þarna til að ræða og sem betur fyrir hafa allir þessi samtök verið með jákvætt gagnvart þeim. Þannig að ég hef ekki miklu að trúa á því að það verði einhverjar deilur eða eitthvað á þessum viðburðum en samt sem aður held ég að þetta sé mikilvægt fyrir fólk að hlusta og heyra og sjá þessi samtök og þessi einstaklinga vera að sýna fram á að þau vilji breiðari jafnréttishreyfingu og það þurfi einhvern veginn að taka meira á þessum málum og þú veist að þetta bara áframhaldandi samtala eins og ég og Sanna vorum að ráðstefnu fyrir nokkrum árum sem trullandi líkamar held ég að þau heiti trullandi rými og það var mjög góð ráðstefna sem kom inn á þeim alla, þú veist, aðra hópana sem að kannski femínískar hreyfingar hafa svolítið gleymt eða vilja ekki tala þeir eru óþægilegir eða eitthvað slíkt og þú veist, þannig að þetta svolítið svona áframhaldandi samtali. Í mínum huga þetta svona einn hluti af þessu áframhaldandi samtali sem að þarf að halda áfram að eiga innan á Íslandi innan femínískar hreyfingarnar ef við viljum virkilega vera að berjast fyrir öllum konum og öllum minnihlutahópum yfir höfuð. Anna, hvað segir þú? Ég ekki búin að kynna mér þingið en ég spennt að fylgjast með og það var truflandi líkamar, það var mjög fróðlegt og skemmtilegt og feiti líkamar, brúni líkamar, trans líkamar og hvernig bara líkamar fatlaðra kvenna og hvernig samfélagið bara virðist ekki geta að díla við líkamar sem að upplifa ekki ákveðin norm. Þannig að þetta var mjög svona gott að geta verið í rými þar sem að fleiri skilja og geta talað þessi mál. En ég bara spennt að fylgjast með þinginu og við þurfum algjörlega að heyra fleiri raddir af því þannig getum við lært og svona lært hvað við þurfum að gera betur. Hvar við þurfum að gera betur. Kynjaþing.is ef fólk vil kynna sér hvað í gangi og verður alveg fram á föstudag. Ég held að á föstudaginn sé þarna síðasti dagur. Við vorum með
ef einhver hefur fylgst með því þá var Samfylkingin með landsfund og voru að kjósa innan sinna raða. Náðuð þið eitthvað að fylgjast með því? Sá ég fréttunum? Já. Hvernig fannst ykkur útkoma þar? Eru þið sátt með mannaval þar? Ég eitthvað voða lítið inn í þessu sko. Ég veit ekki, ég vissi ekki að það væri svona rosa kosið allt eitthvað. Ég er vara formaður framkvæmdastjórnar í mínum flokki. Ef einhver myndi einhvern tímann vilja bjóða sig fram í það, myndi ég bara örugglega segja bara já, ok, vilt þú núna? Þú veist, ég gæti ekki einhvern veginn farið í eitthvað svona frambóð gegn einhvern félag, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Nei, þetta er svona, þetta er orðið voðalega mikið fyrirbæri, svona einn flokkur, alls konar statusar og alls konar embætti. Ég er ekki alveg inn í þessu. Nei, nákvæmlega. En hvað sjáu þið fyrir ykkur með íslenska pólitík? Haldið að hún sé bara í góðum farvegi? Hvernig haldið að næstu kosninga verði? Eru þið búin að sjá okkur fyrir ykkur þar? Hvort ætlið þið að bjóða okkur fram til þings eða hvað ætlið þið að gera? Fá okkur aðra til að bjóða sig fram? Já, það er stórt spurt. Ég veit ekki alveg hvað mun gerast, en ég vona allavega að meiri vinstri og femínískir flokkar komist til valda, af því að núverandi ríkisstjórn hefur svo sannarlega ekki verið það sem hún hefur sagt ætla að vera að mörgu leyti og ég náttúrulega bauð mig fram fyrir Vinstri græna á þessum tíma en hætti náttúrulega í flokknum þegar ég sá hvert stemdi og bara mjög sátt í það ég var hætt í flokknum út af hvernig allt þau saman hefur verið, þannig að ég veit ekki hvort ég mun gera eitthvað í pólitísku samhengi en ég alltaf til að umræður við einhverja flokka eða það einhver vilji fyrir einhverjum alvöru breytingum en mér finnst það svolítið ekki heimanistar að vissu leyti eins og vegna þess að mér finnst pólitík oft bara, ekki vera alveg nógu róttæk að mörgu leyti en samt sem að finnst mér hlutinir sem ég vil ekki einu sinni það róttækir en það samt bara eitthvað sjúklega róttækt að mörgu leyti innan pólitíkur í Íslandi þannig að ég veit ekki alveg hvað ég á heima lengur en ég mun allavega reyna að styðja það allavega bara við fólk sem að ég veit að að gera góða hluti í staðinn ef ég ætla ekki að gera það og minn hvort ég gera það. Þannig að ég er svona vona að við munum sjá meiri sveiflu til vinstri flokka og femínískra flokka og flokka sem vilja berjast fyrir fólki í landinu frekar en bara sama dæmið aftur og aftur og aftur og aftur. Já, við þurfum að sjá vinstri stjórn og sjálfstæðisflokkin burt. Er það ekki flott svona slagorð? Já, nákvæmlega. Ég bara ætla að setja punktinn þarna á. Þetta var fín lokaorð. Sjálfstæðisflokkin burt. Við þakkum kærlega fyrir Sönnu Magdalenu og Uglu Stefaníu fyrir að vera með okkur og ræða eins hvernig heimurinn lítur út eftir kosningarnar í Bandaríkjunum. Og við hittumst hér aftur á sama tíma, vikuleiðinni. Takk fyrir. Takk.